Gott kvöld, Ívar hérna og verið velkomin í flugusmiðjuna. Í kvöld ætla ég að nýta nokkrar flugur og við tökum náttúrulega sitt hvort vídeo fyrir hverja, en við ætlum að byrja á laxaflugu sem heitir Collydog og er tiltölulega einföld fluga. Og við byrjum á því að festa niður tvinnan. Nú förum ekkert mikið aftar með hann heldur en þetta hérna, cirka hérna við öngul, brottin á önglinum. Það er ágætis viðmið. Því næst erum við með í þessari flugu flatt silfur. Og þetta silfur sem ég er að nota hérna í þessa flugu er heldur betur komið til ára sinna vegna þess að þetta er alvöru málmur. Þetta er ekki svona tinsel eins og fæst út í búði í dag, það er yfirleitt bara húðað plasttinsel. Þetta er bara actually málmur sem ég er að vinna þetta með. Þetta fikk ég gefins í fyrra frá honum hérna Kalla félagi mínum. Nýtt aðeins fyrir Kalla og hann lét mig hafa dót í staðinn og hérna þetta kom bara fínt út, þetta efni, og ég er að nota þetta upp, það er ekkert mikið eftir af þessu. Á Collydogin kemur svona gull eða silfur vír, það ég er ekki vissum að skipti svo miklu máli. Við erum að passa okkur samt, við erum að nýta Collydogin og bara allar laxaflugur og allar flugur yfir höfuð. Það er að skilja í rauninni eftir hérna pláss fyrir hausinn, þannig að hausinn sé ekki að klessast hérna alveg upp í augað á önglunum. Það verður alltaf leiðilegt scenario þegar maður er farin að verða eiginlega, plássið búið og þú átt samt eftir að setja niður skegg og væng og eitthvað sko. Það er ekki góðu staður sem við hérna flugurnýtinga fólk viljum vera á. En þetta er eitthvað sem æfist með tímanum. Maður fær tilfinningu fyrir hversu langt þú átt að fara og slíkt. Þannig að það er eitthvað sem, eins og við segjum, eitthvað sem er bara æfing. Svona, ég fyrir ekki með þetta lengra því að við erum nýbúin að minnast á við þurftum að passa upp á pláss. Svona. 3-4 þéttingsfasta vafninga. Ég er ekki með drusluskerfin, þannig ég verið að fórna skárriðskerfunum í þetta. Því næst kemur, þegar við erum búin að festa flata silfurinn yfir, þá komum við með gull hérna vafning og gullið vefst fram svona, og það er eitt sem ég ætla að sýna ykkur sem ég glemdi í verkfærakynningunni. Þetta hérna er svona fjaðurklemma til þess að halda í fjöður, en fjaðurklemmunar eru nýtilegar í alls konar, meðal annars þetta hérna, það er að vefja utanum búk á einhvers konar flugu. Svo hér, svona, förum ekki með þetta lengra. Þurfum að passa plássið fyrir hausinn, tökum 3-4 þéttingsfasta góða snúninga niður til að festa þetta, klippum hérna gulltinselið hérna alveg uppið. Og þá er það vængurinn á fluguna, en í Collydogin þá ætla ég að nota svartan íkorna. Það er alveg, menn er að nota alls konar í þetta, menn er að nota Temple Dog og alls konar, en ég kýs í þessa flugu að nota svartan íkorna og ég ætla að sýna ykkur hvernig ég vinn hárin. Það eru skiptar skoðanir það hvernig maður vinnur hárin ef maður tekur upp svona fríhendið sem ég er að gera. Það er alltaf einhver svipurskapur á svona hárum. Sumir nota hárstokkara. Sjálfur hef ég kosið að nota þessa hérna aðferð. Það er bara að halda hérna í þennan bita sem ég ætla að nýta með, takið svo styttir hárin úr, og eftir ég fór að gera þetta þá fóru hausarnir á laxaflugunum hjá mér að vera til friðs. Þessi bunki af hárum er allt of þykkur fyrir þessa flugu. Það er að segja, við erum ekki að nota nema helmingin af henni, helmingin af þessum hárum hérna, við skiptum þessu tvennt. Það er þá svona, og svo mælir maður þetta út sko og ber þetta svona við cirka. Þetta er ágætt, og áður við festum þetta niður
Það var rosalega sniðugt að klippa hérna framan að þessu, þannig að þetta sé allt alveg nýjæmt. Og eitt trikk sem ég vani með á þegar maður er að vinna með hár til þess að fá frið, það er að taka lakkdropa hérna, sjáu þið, setja hérna ofan á hárin, rétt á æta endan á þau. Þetta gerir það að verkum að þetta fer ekki út um allt. Og þegar ég festi þetta hérna niður núna, þá er þetta ekkert á leiðinni út um allt. Þá helst þetta eins og þið sjáið og þið getið, þar þið eru búin að setja 2 snúninga á þetta, stjórna dálítið vafningum. Þetta er akkurat eins og ég myndi vilja hafa hausinn á flugunni og af því að það er bara einn vængur sem við erum að setja niður en ekki vængur með fjöður og hári og annari fjöður og eitthvað svona skrauti yfir og svo skegg, þá verður alveg nóg pláss til þess að gera svona sæmilega þéttan haus á þessa flugu. En þegar við erum að nýta flugur með miklu efni í, flóknar laxaflugur og slíkt, þá er ráð mitt og svarið við því í rauninni, ef að mannum finnst hausinn alltaf vera stór, það er í rauninni að skipta tvinna og fara niður í mjórri tvinna. Það er svona það sem ég hef brugðið á. Þessi vængur er ekki að fara neitt, pikkfastur, og þá er Collidoginn bara tilbúinn. Ég sé ekki inn í bókinni Veiðiflugur Íslands þess að ég skráði neitt höfundur fyrir henni, en það stendur í bókinni jafnframt að þetta sé ein vinsælasta og veiðinasta laxafluga sem er notuð á Íslandi. Ég held að það sé nú alveg, það er eitthvað til í því, sko. Þá er þetta komið og þá er ekkert annað eftir að klippa þetta hérna upp í kverk og bregða á þetta nálinni og smá lakki. Þá er þessi ágæta fluga, Collidog, tilbúin. Ég bara þakka ykkur kærlega fyrir áhorfið og góða viðtökur. Endilega gefist áskrifendur á rásinni og þeim ég deila þessum vídeóum alveg eins og vindurinn, vilt internetið eða hufilíð, og láta annað fólk sem hefur áhuga eða geti haft áhuga á þessum vídeóum hjá okkur, láta það vita. Takk kærlega fyrir og við sjáum hress og kátt í næsta vídeói.